Og til hvers verið að byggja, spurði Tómas Guðmundsson borgarskáldið okkar fyrir nær 100 árum. Og við erum enn að spyrja þessar spurningar og spyrjum vonandi alltaf áfram. Þeir sem útbúa svona Excel-skjöl vita mætavel til hvers þeir eru að byggja. Þeir eru að tryggja arðsemi. Og svona byrjar hið byggða umhverfi okkar. Það byrjar sem tölur í Excel-skjali. Almennt byggt á úthlutun eða lóðum úthlutun í útboði hjá borginni eða keyptri á markaði og síðan byrjaði ferlið, það er farið að finna byggingamagn hvað lóðin þolir og oftar en ekki er verkefni selt, það er leitað til fleiri fjárfesta, þetta verður svona eins konar viðskiptaplan sem margir koma að eða það er selt til næsta og þegar verkið eða viðskiptaplanið skiptir hendur þá er greiddur arður í hverju skrefi. Og þegar svona heldur þetta áfram, þar til kemur að raunveruleikunum sem eru þessi skipulög sem Edda talaði deiliskipulög, þau eru stundum fleiri en eitt og þau eru gerð af framkvæmdaraðilunum sem eru að byggja. En þegar öllu lokið og byggingarétturinn er komin, þá þarf að byggja. Og þá vandast málið því þá er oft dálítið gengið á höfuðstólinn, lítið eftir og þá þarf að byggja hratt. Og það þarf að byggja ódýrt og það þarf að lágmarka undirbúning. Og við vitum öll að núna höfum við hort á mikla aukningu í göllum í byggingum og deilumál og kærumál hafa aukist. Aðalega á þá sem að hafa staðið að byggingum eins og verktaka og byggingarstjóra og fleiri. Þannig að þetta er staðan nú, þetta er það sem ákvarðanir eru teknar það hvernig borgin okkar lítur út. En það er hins vegar nauðsynlegt að hafa frelsi á markaðnum og peningarnir er afl sem þarf að nýta til að byggja upp borgina. En allt frelsi þarfnast aðhalds og því fylgir ábyrgð og skyldur. Og það er ekkert, léleg bygging er ekkert einkamál þess sem byggir. Hún hefur áhrif langt út fyrir veggi sína. Og hlutir eins og útsýni sem er selt á markaði, háu verði, það er verðlagt en það er líka umhverfi annara sem að missa útsýnið. En sá missir er ekki verðlagur. Og þetta er hluti sem við þurfum svolítið að skilja og reyna að ná inn í umræðuna borgarumhverfið okkar. En eins og Edda sagði þá erum við sem samfélag mjög sterkt afl og við vitum nokkuð með hvernig borg við viljum búa í. Og borgin heldur utan það og er eiginlega okkar málsvari í þessu og borgin á alls konar aðferðir eins og öll skipulögin og hér tók ég bara handahófskennt úr lýsingu fyrir aðalskipulag, matslýsingu og þar koma alltaf í öllum þessum deiliskipum koma fram sömu orðin eins og sjálfbærni, samráð og hagsmunaaðila, eftirsóknarverð, lifandi skapandi umhverfi og svo verður lengra dvalar og leiksvæði sem hvetur til mannlegra samskiptablöndun og fjölbreytta hópa og svo framvegis og við vitum öll að þetta er allt sem við viljum. En spurningin við erum búin að sjá tölurnar og sem mótvægi við tölurnar höfum við orðin. En hvað þýða þessi orð og hvernig líta þau út? Og það er það sem við erum alltaf að glíma við. Og til þess að reyna að skilja það, langar mig til að taka eitt reit, uppbyggingarreit sem er mjög dýrmætur í borginni, hljómalindareiti sem Ammarklastar, Laugavegi, Klappastíg, Hverfisgötu og Smiðjustíg. Og þessi reitur er eiginlega mjög góður til að læra af, því að þetta er dæmið það hvernig raunveruleikinn er eftir allar skipulagsáætlanirnar. Og það voru margar hugmyndir fyrir hrun það hvernig best var að byggja borgina. Mjög margir vildu sjá verslunarmiðstöðvar, 14 hafði turna og að almannarými væru inni í verslunarmiðstöðunum eins og gerist erlendis. Það sem var á döfinni rétt fyrir hrun var hópur fjárfesti sem vildi byggja 7 hæða hótel. Og það var samræði í gangi milli borgarinnar og þessar aðila en það hafði ekki alveg náðst niðurstaða þegar hrunið kom. Og þetta verkefni endaði í fanginu á bankanum eins og svo mörg verkefni. Og næsta skref var það að bankinn var búinn að lána til verkefnisins, var búið að færa þetta inn í bækur sínar og hann varð að ná einhverjum verðmætum út úr þessum byggingarétti sem var ekki eins og réttur og hann var einhvers loforð. Þannig að bankinn kom til máls í borgina, það var gert svona eins konar samkomulag það að reyna að byggja þennan reit upp þannig að hann yrði til fyrirmyndar uppbyggingu í miðborginu okkar, því hann er það mikilvægur.
Og það var byrjað strax og þetta var mjög fínn hópur sem stóð að þessu. Það var byrjað því að leita til íbúana, ekki bara hagsmunaaðila heldur til alls konar íbúa. Einn hópurinn hét Eldhugar, það fengu allir að koma að málinu og það var útbúin 50 síðna skýrsla, nú ég kom langt hérna fram, úr var 50 síðna skýrsla, þetta nú er alvoru rugluð, sem var dálítið merkilegt til leyti að það voru allir sammála. Allir sem komu, hvort sem voru hagsmuna, eigendur eða bara íbúar, þeir voru allir sammála. Við viljum auðvitað hafa mannlíf, fjölbreytni, gömlu húsin, skjól, sól, þetta var ósköp einfalt. Og þannig að, en eitt voru allir sammála við viljum ekki hótel. Þetta var á þeim tíma. Og það var dálítið gott hvað mörg hús hafði í rauninni lifað allar þessa hamfarir af. Hljómarlindin hafði alltaf staðið fyrir síni öll þessi ár. Laugavegur 19 var að vísa ekki upp í sjón en það var allt, í rauninni innviðirnir voru í lagi og það var hægt að færa það tilbaka til fyrir Hors. Hús eins og Hverfisgötu 28, það sem að ljósmyndastofa Sigríðar Sóeika var með stórum gluggum út af Hverfisgötu og hinum megin. Það var tækifæri til að færa það hús til fyrir Hors og gefa þeir fyrir reist. Og sirkus sem allir þekkja var ennþá þarna í einhverju mynd. En meðan að ríkið var að falla eftir hrunið, þá gerðist ýmislegt á reitnum. Meðan annars það að ungt fólk fór að safnast það fyrir. Þetta hús hafði verið fjarlægt þarna og unga fólki fór að mála veggi og gera sér bara heimakomið á reitnum. Og þarna myndaðist mikið, það var mikið aðferðarafl, það var tónlist, þau byggðu svið hérna, það sem að einn okkar síðustu steinbæjum hafði verið, hann hafði horfið þarna ekki mörgum árum fyrr því miður, en þarna var svið og það var mikið líf þarna fjör. En síðan kom að þenn erfiða tíma þegar borgin og uppbyggingaræðarnir þurfti að útskýra fyrir þessu unga fólki að það væri ekki hægt bara að taka sér bólfestu þarna í landi einhvers annars og það þyrfti að byggja þetta upp. Og við vorum sendið út á örkinu og ykkur ekki borgarsípulegn til að útskýra það yrði auðvitað mjög sólríkt torgarna þegar upp var í staðið og þau mætti alveg vera þar og þau voru náttúrulega, það var ekki hægt að blekkja þessu neina, við megum örugglega ekkert mála á þessa veggi í torginu og svo verður þetta bara örugglega eitthvað eitt stórt hótel eins og var þarna við hliðina og við sögum náttúrulega alveg grunlaust nei, þetta verður ekkert hótel, það stendur ekki til. Síðan hérna í upphafi verksins þá hugsaðum við mikið það hvað það sem gerir gamla bæinn okkar svona yndislegan og það náttúrulega hluta til þetta smágerða skipulag þegar borgin okkar byggðist þá voru lóðirnar litlar og þeim voru úthlutað til mismunandi einstaklingar sem allir byggði sinn draum og þannig var fjölbreytnin og þetta var alvöru, raunveruleg fjölbreytni, alls konar starfsemi, alls konar fólk sem byggði, alls konar hús og við vildum til mikils vinna halda í það sérstaklega út af því að þarna var hrunið, afstæðið og allir okkar bestu verktakarnir höfðu skroppið saman í öryndir sínar, þetta voru bara lítil fyrirtæki og við hugsaðum sem svo, þetta algjörlega sniðið að því samfélagi sem við búum við núna eftir hrun og við gerum þetta þannig að litlir verktakar ráði við hverja lóð og heldum því algjörlega aldrei, alls ekki saman á lóðurnar. Síðan var náttúrulega voru alls konar aðrir þættir sem skiptu máli það var mikil áhersla hjá öllum og allir voru sammála það að íbúðir varu mjög mikilvægar í miðbænum, að fólk byggi í miðbænum og það var sýnt fram að vera hægt að fá allan að 30-40 íbúðir hér og svo var líka mikil áhersla það að hér til dæmis fyrstu fjölbýlishúsin í Reykjavík, þessi tvö sem voru mjög svona hrörleg en það var áhersla að reyna að byggja þau áfram upp, það var leyft að byggja þau hærra en í sama anda og svo var eitt aðalmáli var það að öll hús allar jarðhæðir ættu að opnast að götunni og vera í sama fleti og gatan. Þannig að í rauninni gatan og starfsinn og jarðhæðunum tengdist og húsin hefði andlitað götunni. Og meira að segja gengum við svo langt að við lyftum Hverfisgötu 28 sem friðarhús og þannig að það væri með inngangshæð og aðalhæðina að götunni. Þannig að þetta var algjört frumatriði hjá okkur. Síðan vorum við neytt í það sem okkur mjög illa við og það það að deiliskipulag í rauninni sáttmáli á milli borgarinnar og umhverfisins umfang byggingana. Það að fara að klæða deiliskipulag í eitthvað búning í rauninni bara vissuleyti fals, því að það að búa til byggingu og teikna byggingu svo margfalt flóknara ferli.
og það má ekki gera svona veggfóður eins og einhverja blekkingu það að húsin getur lítið svona út. Það er langbest að deiliskipulagið stoppi bara það sem þar þarf að stoppa og nái bara yfir það sem það fjallar en síðan tekur ykkur annað við og hannar bygginguna út frá öllu því sem að snertir okkar byggðu umhverfi. En við vorum neitt að gera þetta og það okkar bragð að það, við skulum gera þetta svo illa að engum detti í hug að byggja þetta. Þannig að þetta yrði aldrei uppskrift að neinu. En hvað gerðist? Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa þegar við erum að horfa svona fram í tíman og allt er svona fallegt og frábært, við erum að byggja svo mikið, það þurfum að hugsa en bestu áætlanir og besti ásetningur breytist stundum í andhverfu sína. Og það gerðist dálítið hér og þú veist, enginn af þessum sem að koma máli hér voru neitt slæmir, þetta var bara smá svona mismunandi sýn. Og sá sem bauð hæsti þennan reit, hann bauð í allan reitin, í allar lóðurnar og hann var með þá hugmynd að uppbyggingaraðilinn að hafa hótel á þessu öllu saman. Úps, fer ég nú aftur þetta. Hann var með þess þá hugmynd að vera með, ég er öfugt. Nei, ég er ekki. Þetta er nefnilega aftur að baka áfram þannig að hann var sett með þá hugmynd að það væri hótel hér eftir endilangri, hvernig í framhalda hóteli sem var fyrir og eftir endilangum smíðistíknum. Það sem verra var, hóteli krefst þess að sé ein hæð, þannig að þær gólffæðir sem hefur verið við götuna áður, eins og við erum búin að skrifa undir sáttmála Sameinuðu þjóðanna aðgengi fyrir alla, þær allt í einu skruppu niður og eru það kjallaragötum, þráttur öll skilyrinn og kröfunar í skipulaginu. Og þetta er það sem ég reyni að tala það er ekki nóg að gera deiliskipulagið, þau þurfa að halda. Og við þurfum að vera nógu hörð að segja að þetta er hérna af ástæðu og við ætlum að halda okkur við það. Og það hefst samræði og hún þarf að vera. Því að við erum öll sammála það hvað gerir góða borg og hún er til þess að við getum verið saman og notið samveru hvors annars, skipst á skoðunum og notið umhverfisins. En þetta var niðurstaðan í þessu verkefni og margir ánægðir með þetta. En hér búið að loka fyrir allar glugga, starfsemin ekki til þess fallandi að auka glæðatorg í lífi og hún samrýmist ekki því að þarna var almenningstorg. En eins og ég segi það sem betur fyrir ykkur ánægð með þetta og ég ætla að taka fram að arkitektandi sem hafa teiknað þetta það er ekki við þá að sakast. Þeir höfðu ekki úr mörgum spilum að spila og þeir gerðu það sem gátu. En þeir sem stóðu að þessu verkefni gátu ekki varist þeirri hugsun að hér hafi tölurnar orðið yfirsterkari orðunum. En það er ekkert við þess að gera annað en að læra því. Og það hefði getað farið verr, en það hefði líka getað orðið svo miklu betra. Og vegna þess að við erum að tala almenningsrými, þá er það sem gerist að þessum reit svolítið umhugsunarvert, að það er orðið þannig að þeir sem að uppbyggingaraðilarnir, þeir byggja og móta almenningsrými. Þeir sjá það að gera almenningsrýmin. Og við erum farin að sjá svolítið staðlagur útgáfur almenningsrýmum sem til dæmis leiksvæði fyrir börn og við fórum að ganni á sunnudags eftirmiðdegi klukkan 2 þegar að yndislegt veður, öll börn hefði að vera úti, það er mikið af börnum sem búa hérna. Við fórum með nokkur svona uppbyggingarsvæði, við sáum ekkert einasta barn. Þrátt fyrir það sem búið að gera þetta svona litríkt og skemmtilegt eins og við höldum að börn vilji, en það er kannski orðið tímabært fyrir okkur að við fyrir aðeins að hugsa það hvað börnin að hugsa í rauninni. Því þau ekki að leika þessum stöðluðu útvarslum að leikvöllum og þau hafa aldrei verið að gera það. Hér 50 ára gömul útgáfa staðlaga leikvöllinum, þau ekki að leika þar heldur. Þannig að við þurfum svolítið að læra því sem við höfum gert áður og við stöndum núna á tímamótum, hnattrarnar hlýnunar og við þurfum að fara að hafa okkur öðruvísi. Og við megum ekki lengur rífa niður fullkomlega góð byggingarefni, við erum að gjöra svolítið standa við orðin og nýta allt sem til staðar í borginni. Ekki halda áfram að fjarlægja hús af því þau eru fyrir, heldur hugsa orðið fyrir, þau eru þarna fyrir og þess vegna eiga þau að vera áfram. Við þurfum líka að vinna mikið í því að taka það sem þó rifið og flokka það þannig að það sé hægt að endurnýta það. Og hér mjög mikil vinna framundan. Og eitt sem ég vil nú segja, því byrja ég aftur hérna, eitt sem ég vil nú segja þennan tíma sem við stöndum á, við lifum á tímum mikils grænþvottar og við eftir að sjá það hægt að fá vottanir fyrir allt. Við erum í raun ekki að byggja á neitt öðru sem við höfum alltaf gert, en við erum farin að votta allt og kalla allt grænt og þurfum að passa okkur á því við sem segja sannleikan í þeim efnum. Bara
til að minna á það að þau gömlu hús sem hafa fengið að fylgja okkur inn í okkar tíma, þau opna fyrir okkur einhverja vídd inn í fortíðina og setja okkur í eitthvað stærra samhengi sem ég held að við þráum öll. Og það fara að kalla mjög eftir því. Ég held að fólk skynji mjög mikið samhengið að við erum bara lítið brot í heildarsamhengi og í tímans. Þannig að þetta eitthvað sem mjög svona mikilvægt í okkar eiginlega hugsunum og auðvitað hafa fjárfestarnir uppgötvað þetta líka og það hægt að græða þessari tilfinningu. Og hér dæmi það hvernig búið að gera endurlíkingu af því sem við erum búin að glata. Endurbyggja ekki með þessum aðferðum, heldur með nýjum aðferðum, allir glaðir, en spurningin svo hvað þessu hús að segja? Og hér erum við núna, þetta svona bara dæmi það sem við erum að byggja í dag og allt gert með svona jangel uppbroti, en það helur það hins vegar ekki að þetta ein stór uppbygging og það ein hönd sem vinnur allt verkið. Og við erum búin að vera lengi að velta til fyrir okkur hvernig eigum við að byggja og hvað erum við að gera. Hér 50 ára gamalt dæmi íbúðabyggingar og mér finnst það dálítið gott. Ég sá í blaðinu síðustu viku, það var verktaki sem var dálítið svona úttala sig og hann sagði þetta ekki hægt lengur, það verður að hafa það þannig að borgin tekur meira ábyrgð, hún gerir deiliskipulagin og hún sér innviðina. Þetta verktaki. Hann vill að borgin stjórna uppbyggingunni. Gott. Síðan á að afhenda, bjóða út lóðir eða afhenda lóðir en bara til þeirra sem ætla að byggja á þeim. Og síðan þriðji hliðin þessari jöfnu íbúðar kaupandinn. Þannig að það sem hann sagði líka, það að fjarlægja alla fjárfestana, fjarlægja allt fjármagnið. Guð má vita hvernig hann ætlar að gera það, en því hann hluti af því, en það sem hann reyna að segja, frá því undanfarið 100 ár segjum og langt fram eftir síðustöld, þá var ferlið mjög einfalt. Ef fólk byggði ekki húsin sín sjálft, þá fékk það eitthvað sem það þekkti til að byggja, það fékk lán í bankanum, það fékk úthlutað lóð og allt fjármagni nýttist í bygginguna, í það sem var þeirra umgjörð þeirra líf. Það var mjög gott og það var einstakt fyrir Ísland. Síðan þegar fjármála heimurinn fór að vakna hér á Ísland og við fórum að hafa okkur eins og aðra þjóðir, þá breyttist allt. Og við þurfum að læra á það og við þurfum að spyrja sjálf okkur, vorum við kannski með eitthvað sem var ekkert verra, sem engin annar hafði meðal annarra þjóða. Kannski þurfum við aðeins að hugsa það hvert við erum að stefna vegna þess að gott húsnæði í rauninni mannréttindi, en það almennt byggt fyrir arðsemi frekar en fólk. Og ég ætla bara að enda þetta spurningu Tómasar, hún alveg að gild nú og fyrr, en til hvers erum við að byggja? Og ég held við vitum öll svarið. Við vitum bara ekki hvernig við að klára það. Takk.